Þá erum við komin í loftið bara. Þá erum við komin í loftið. Ég góðan og blessaðan daginn og velkomin á þennan fund hjá okkur sem sendur út á netinu. Þetta fundur þar sem við ætlum aðeins að fara yfir hvatningarátak sem verið að fara af stað með núna í sumar. Það sem við erum að hvetja Íslendinga til að ferðast innanlands. Og það tilhlýðilegt að hafa þennan fund hér eða fundin í dag á þessu blíðskaparveðri sem hér allavega í það minnsta hér norðan heiða og ég ætla að vona að sé ljómandi fallegt og gott veður hjá ykkur öll. Nú dagskráin hjá okkur í dag, hún þannig að ég ætla aðeins að fara yfir svona ferðalög yfir Íslendinga innanlands, kynna átaki sem aðeins að byrja á því. Og Elías heiti ég sem sagt og Gíslason, ferðamaður, starfa hjá Ferðamálastofu og síðan ætlar hann Hreiðar Þór Jónsson hjá Brandenburg auglýsingastofu. Hann ætlar aðeins að fara yfir ferðamálafundina og hvernig fyrirtæki geta nýtt sér efni og átaki sér til framtíðar. Þannig að ég ætla aðeins að fara yfir. En ef við byrjum nú aðeins svona bara í af því að það nú að vera svolítið mikil umræða undanfarið hvað íslenski markaður sé lítill á miðað við mörg önnur lönd að þá þótt okkur tilhlýðilegt að sýna ykkur samt sem áður og tölur sem að benda nú á að þó hann sé nú hlutfallslega lítill að þá þetta samt eftir töluverðu að slægja. Og hérna sjáu þið, þetta sem sagt neyslukönnun sem að Hagstofan gerði 2017, þetta sem sagt nýjasta könnun sem þeir eru með og ef við framreiknum það einhver hérna það einhver tvöföldun í gangi í kerfinu, það einhver smá hérna hlutfallslega lítill að þá þetta samt eftir töluverðu að slægja. Spurning hvort að þú getur loggað snöggvast út og inn á öðrum aðgangi. Já, ég geri það. Þetta er sem sagt nýjasta könnun sem þeir eru með og ef við bara afsökunar á þessu. Já. Það einhver hérna það einhver tvöföldun í gangi í kerfinu, það einhver smá hérna hlutfallslega lítill að þá þetta samt eftir töluverðu að slægja. Spurning hvort að þú getur loggað snöggvast út og inn á öðrum aðgangi. Já, ég geri það. Þetta er sem sagt nýjasta könnun sem þeir eru með og ef við bara afsökunar á þessu. Guðdýr, það einhver hérna fyrir að prófa aðeins að tala Guðni, veitu hvort að þetta Heyrðu í mig núna? Já, nú heyri ég en við skulum sjá til hvort þetta sleppur. Að þú getur loggað snöggvast út og inn á öðrum aðgangi. Hvernig þetta? Þetta betra, Halldór? Við bara afsökunar á þessu. Guðdýr. Heyrist, hvernig hljóðið mér núna, Halldór? Býta aðeins, fyrir að prófa aðeins að tala Guðni, veitu hvort að þetta Það Murphy gamli sem að hefur eitthvað tekið völdin hjá okkur núna. Já, nú heyri ég en við skulum sjá til hvort þetta sleppur. Að þú getur loggað snöggvast út og inn á öðrum aðgangi. Hvernig þetta? Heyrðu, jú, prófaðu nú. Já, prófaðu nú bara Elías. Þá ætla ég að byrja núna aftur og ég byrja bara frá upphafið aftur. Hljóðið mér núna, Halldór? Býta aðeins, fyrir að prófa aðeins að tala Guðni, veitu hvort að þetta Það Murphy gamli sem að hefur eitthvað tekið völdin hjá okkur. Það einhver Já, nú heyri ég það eitthvað að stríða okkur hérna, sko. Það ljótt. Ljótt að heyra. Heyrðu, jú, prófaðu nú. Já, prófaðu nú bara Elías. Þetta kemur margfalt, sko. Það hljóðið eða hvað? Býta aðeins, fyrir að prófa aðeins að tala Guðni, veitu hvort að þetta það einhver það eitthvað að stríða okkur hérna, sko. Við vorum nýbúin að prófa þetta allt saman og þá gekk þetta alveg ljómandi vel. Þannig að ljótt að heyra oft vil verða því miður. Já, prófaðu nú bara Elías. Þetta kemur margfalt. Erum við þá búin að senda út ansi marga fundi núna á netinu og lítið hefur komið upp á. Já, það eitthvað að stríða okkur hérna, sko. Við vorum nýbúin að prófa þetta allt saman og þá hvernig hljóðið núna, Halldór? Það ennþá slæmt vil verða því miður.
Erum við þá búin að senda út ansi marga fundi núna? Á net tökum okkur bara smá hlé og reynum að byrja, eigum ekki að segja að við byrjum 10 mínútur yfir 11. Byrjum þá, tökum okkur smá hlé og byrjum 10 mínútur yfir 11. Þannig að við frestum fundinum þar til bara 11:10. Við erum á vonast til þess að við náðum að laga þetta. Þannig að, en þetta skilar sér ekki útsendinguna fyrir en eftir smá stund, sko. Já, búin að prófa þetta. Ég sagði að við myndum fresta fundinu til 11:10. Já. Er það ennþá? Við myndum byrja þá bara. Já, einmitt. Þá byrjum við bara aftur. Erum við þá búin að senda út ansi marga fundi núna? Á net. Á stund, sko. Já, búin að prófa þetta. Ég sagði að við myndum fresta fundinu til 11:10. Já. Er það ennþá? Við myndum byrja þá bara. Já, einmitt. Þá byrjum við bara aftur. Prófaðu Elías bara núna? Já. Heyrðu, við ætlum að athuga hvort að þess tækni sé byrjuð að vinna með okkur. Og það víst einhver smá lag-tími, eða ég nú ekki alveg kláraði hvað það heitir á tæknimáli, en það sem sagt einhver smá biðtími þar til þetta fer í loftið og já, þar til réttarlega þar til þegar ég tala og þar til það fer í loftið. Hvernig þetta núna, Halldór? Heldur þetta sé komið í lag? Við getum farið að byrja aftur. Til leið. Já. Já, nú erum við að gera eitthvað vonur að þetta sé komið. Já. Og þá ætla ég bara að byrja upp á nýtt. Já. Eigum við að gefa okkur til 11:10 eða? Já, gefum okkur til 11:10 eins og við vorum búin að tala. Ég er einhver búin að stakka ná sér í kaffi. Já, endilega. Við gerum það, við getum sagt einhverja góðar humarferðarsögur á meðan til þess að hvetja fólk til að ferðast. Akkurat. Það er farið að léttast brúnin á okkur núna þegar sólin er farin að sýna sig og hitamælirinn er farin að sýna svona allt að 2 stiga tölur. Þannig að þá fer fólk að klæja í að fara í ferðalög. En það sér maður það líka núna og maður sér mikið af fólki á ferðinni, það er að segja náttúrulega bara þar sem maður býr. Fólk er mikið úti að labba, hjóla, skíða, hvað svo sem fólk er nú að gera og að plokka. Það náttúrulega var mikil plokkhelgi í gangi hér núna helgina og maður sér töluvert mikil mun af því að það er nú einu sinni svo að það er alltaf mikið rusl sem að safnast saman eftir veturinn og kemur í ljós þegar snjóa leysir. En hvað segið þið? Haldið að við séum komin núna og er ekki klukkan orðin? Gunni? Heyrðu, þá tökum við bara hér taka 2 hjá okkur á þessum fundi en ég bara býð ykkur öll hjartanlega velkomin. Við ætlum hér að fara yfir hvatningarátak sem er að fara á stað hjá okkur núna í sumar, þar sem við ætlum að hvetja Íslendinga til að ferðast innanlands í sumar. Dagskráin hjá okkur, hún er sú, Elías heiti ég og er Gíslason og kem frá Ferðamálastofu. Ég ætla að tala aðeins Íslendinga og ferðalög innanlands, kynninga á átakinu. Síðan ætlar hann Hreiðar Þór Jónsson hjá Brandenburg auglýsingastofu. Hann ætlar að tala aðeins framkvæmdina og hvernig fyrirtæki og ferðaþjónustuaðilar geta nýtt sér efni átaksins. En áður en að við byrjum kannski að tala átakið, þá held ég að sé ágætt að við tölum aðeins ferðalög Íslendinga innanlands.
vegna þess að það svolítið mikið búið að vera að tala hvað Íslendingar séu fáir sem og við erum. Þar af leiðandi náum við aldrei að fylla upp í það gat sem að erlendir ferðamenn skilja eftir sig, sem náttúrulega alveg hárrétt. En samt sem áður, þó svo að Íslendingar telji þetta 10–12% af heildargistináttum, að þá samt eftir töluvert miklu að slægjast. Og ég ætla að sýna ykkur tölur svona því til sönnunar. En ef við byrjum hérna á, og þetta neyslukönnun sem var unnin af Hagstofunni, hún var unnin 2017 og ef að maður tekur og framreiknar hana til 2020 og þarna bæði verið að tala einkaneyslu og viðskiptaferðir og þetta þá allt í samvætti ferðalög, að þá var heildarneysla innlendra ferðamanna árið framreiknað 2017 rétt tæpir 139 milljarðar. Og að því Elías, við erum ekki að sjá skjáinu þinn. Þið eru ekki að sjá skjáinu minn? Hvað þetta eiginlega? Móðalega eftir þetta ganga þetta einn af þessum Þetta einn af þessum dögum. Það alveg ótt að segja það, þetta sé einn af þessum dögum. Þetta mánudag til mæðu? Nei. Nei, hvað það? Svona. Núna sjáum við væntanlega skjáin, nú sjáum við náttúrulega. Svona. Nei. Þú þarft að velja að deilunum. Svona. Núna kemur allt. Nú að sjá við tölvupústum minn, það nú kannski óþarfi þegar við erum í öllu í sambandi við persónuvernd og annað þess aftar. En núna. Já. Núna kemur þetta, já. Bara svo ég byrji nú bara aftur í sambandi við ferðalög Íslendinga innanlands að þá hér sem sagt tölurnar frá þessari neyslukönnun hjá Hagstofunni og þarna sjáum við, ég búin að segja að þetta væri rétt tæpir 139 milljarðar sem að Íslendingar að nýta til ferðalaga. Gistiþjónustan, hún 32 milljarðar rúmir, veitingaþjónustan 6,2 milljarðar og afþreying, tómstundir og menning 13,1 milljarðar. Þannig að þið sjáið þarna að það eftir töluvert miklu að slægjast. Og ef við förum svo að horfum til dæmis hérna bara á gistinætur alls, að hvernig þeim hefur verið að fjölga hjá Íslendingum, að þó svo að árið 2010 að þá voru gistinætur Íslendingar rúmlega 850.000 og hlutfall þeirra af heildargistináttum var þá 28,5%. Svo áratug síðar, eða 2019 í fyrra, þá var heildargistinætur hjá Íslendingum, þá var það búið að aukast 27%, komið upp í rétt tæp 1100.000, en telur þó bara 13% af heildinni, en þarna sjáum við að aukningin 27,5%, á meðan mannfjöld okkur hefur ekki fjölgað nema 12,4%. Þannig að þið sjáum það að Íslendingar hafa á síðasta áratug verið að ferðast og gista töluvert mikið meira heldur en þið gerðu þarna fyrir 10 árum síðan. Nú ef við horfum síðan á hótelin, þarna sjáum við gistinætur fyrir hótel, að 2010 þá voru þær 250.000 rúmlega, 2019 að þá þær komnar upp í 438.000 og þar aukningin allveruleg. Þarna aukningin á þessum 10 árum orðin 71,5%. Þannig að ég hvet ykkur til þess að undirbúa okkur vel fyrir íslenska markaðinn vegna þess að hann alveg klárlega skiptir okkur miklu máli og ferðaþjónustuna. Nú, við gerum okkur líka kannanir, Ferðamálastofa, og nýjasta könnunin okkar, við erum búin að gera þessar kannanir núna í rétt áratug og þið getið nálgast þær inn á ferðamálastofa.is að þá sjáum við það að Íslendingar að þeir ferðuðust, þar að segja 85% af okkur ferðuðust innanlands í fyrra þar sem við gistum og við fórum að meðaltali í 6,7 ferðir og dvöldum, heildardvalarlengdin hjá okkur vorum 14 gistinætur, réttara sagt.
Eitthvað fórum við líka töluvert mikið í dagsferðir. Það þá ferðir þar sem við gistum ekki og 65% af okkur fóru í slíkar ferðir og fórum að meðaltali í 4 slíkar ferðir á hverju ári. Þannig að eins og þið sjáum með þessum tölum, það bara enn og aftur sýna það að Íslendingar, við erum ferðaglöð þjóð og þegar við vorum að gera könnunina í haust og vorum að skoða með ferðalögin síðasta ári, þá spurðum við inn hver áform Íslendinga væru fyrir 2020 og þá hefur það aukist töluvert mikið. Það að það voru 94% okkar sem að ætluðu sér og ætla að ferðast 2020. Þetta var náttúrulega spurt af þessu fyrir COVID-19 en við gerðum þessa könnun aftur núna 18. og 20. mars og þá sjáum við að 90% landans ætlaði sér að ferðast innanlands en síðan náttúrulega hefur breyst margt frá því þá. Veiran var náttúrulega þetta orðið alvarlegra heldur en það kannski var akkurat á þeim tíma en svo náttúrulega farið að slaka svolítið á núna eða verður núna eftir 4. maí réttar að sagt. Þannig að við ætlum að fara aftur á stað með könnun núna í byrjun maí og athuga áform Íslendinga til að ferðast og við birtum þær niðurstöður leið og við höfum þær inn á ferðamálastofa.is. En þá aðeins að átakinu. Þetta átak sem sagt, eins og ég kom inn á áðan, þetta gert að tilstuðlan ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin ákvað að setja 40 milljónir til þess að hvetja Íslendinga til þess að ferðast innanlands í ár, kaupa vöru og þjónustu. Nú ferðamálastofa í forsvari fyrir átakið, markaðsstofur landshlutana, þær eru tengilegir inn á svæðin og mjög mikilvægar sem slíkar fyrir ferðaþjónustuna. Auglýsingastofan Brandenburg, við völdum hana, við völdum 2 eða settum til 2 auglýsingastofa og völdum þar sem að Brandenburg kom með og það verður farið yfir það á eftir. Nú, enn og aftur, þetta gert til þess að vekja athygli á fjölbreyttri ferðaþjónustu allt land og allt efnið, allt markaðs- og kynningarefnið, það hugsað þannig að það nýtist fyrir alla landshluta og að aðilar í ferðaþjónustunni, þeir geti auðveldlega nýtt sér það í sínu eigin markaðsefni og það verður náttúrulega farið yfir það hérna á eftir. En til þess að ferðaþjónustan sé tilbúin, þá mjög mikilvægt að fólk noti komandi vikur til að huga að undirbúningi og aðlagi markaðsefni sitt að íslenska markaðnum. Vegna þess að við höfum tekið eftir því að það töluvert það að íslensk ferðaþjónustufyrirtæki hafa í raun og veru mjög lítið verið að selja sig inn á íslenska markaði. Það töluvert mikið að efni bara á ensku, það ekki gírað íslenska markaðnum á íslensku, þannig að við hvetjum ykkur til þess að setja efnið yfir á íslensku og það kynningarmyndband átakið, það inn á vefnum ferðamálastofa.is ásamt öllu öðru efni sem kemur og fólk getur nýtt sér fyrir átakið. Og þegar að þau koma á eftir frá Brandenburg þá ætlum við að sýna ykkur þetta myndband. Nú, allri umferð af átakinu, hún verður beint inn á vefinn ferðalag.is og þar þá hægt að nálgast allar helstu upplýsingar fjölbreytta ferðaþjónustu allt land. En sá vefur, ferðalag.is, hann í raun og veru byggir á gagnagrunni ferðamálastofu, en þessi gagnagrunnur, hann inniheldur upplýsingar nánast öll ferðaþjónustu fyrirtæki á Íslandi sem eru með þar til gerð leyfi. Þannig að það mjög mikilvægt að ferðaþjónustu aðilar fari núna og skoði efnið sitt inn á ferðalag.is og ef að þarf að breyta efni, að þá mjög mikilvægt að senda það inn á ferðamálastofa.is. Þannig ég hvet ykkur til þess að skoða efnið ykkar og fara yfir það með það þá að markmiði að það höfði til íslenskra markaðarins. Það má líka geta þess að átakið það verður tengt ávísuninni sem að verður sent á hvern Íslending 18 ára og eldri. Það vinnuhópur núna að störfum til þess að fara yfir hvernig framkvæmdin verður á því og það kemur betur í ljós á næstu vikum.
En allir ég láti þetta ekki gott heita í bili, en þið getið síðan sendt inn, ef þið eru með spurningar, þá getið þið sendt inn spurningar núna á Facebook og við reynum að svara þeim þegar að kynningin frá Brandenburg er búin. En kynningin verður líka inn á vefnum ferðamálastofa.is, eins og ég nefndi áðan, eins og allt annað efni. En þá komið á honum Hreiðari Þór Jónssoni, hann frá auglýsingastofunni Brandenburg og hann ætlar núna að taka við og kynna sem sagt þetta efni og herferðina almennt, hvernig hún hugsuð. En ég bara þakka kærlega fyrir mig í bili. Já, góðan daginn og gaman að fá að vera með ykkur. Hreiðar Þór Jónsson heiti ég, auglýsingastofunni Brandenburg. Við ætlum svona að rúlla létt í gegnum þetta hvatningarátak sem þá forveri stórar herferðar sem farið verður í og viljum hvetja alla til þess að taka þátt og nýta sér þetta. Við ætlum að rúlla fyrst í gegnum stutt kynningamyndband þar sem við förum svona yfir hvatningarátakið og helstu tímalínum. Gjörðu það svo vel. Í vor fer í gang nýtt átak, þar sem Íslendingar eru hvattir til að ferðast innanlands í ár og kaupa vörur og þjónustu. Við vekjum athygli á fjölbreyttri ferðaþjónustu land allt. Ekki bara útilegum og sundi, heldur fjölbreyttri þjónustu, gistingu, veitingastöðum, sérferðum og afþreyingu land allt. Átakið mun standa yfir sumartíman. Þungi þess verður mestur fyrstu mánuðina, en stöðugar áminningar fylgja svo í kjölfarið. Keyrt verður á helstu miðlum með áherslu á net- og samfélagsmiðla og verður umferð beint inn á vefinn ferðalag.is fyrir nánar upplýsingar fjölbreytta ferðaþjónustu. Ef breyta þarf upplýsingum þar, skal senda post á netfangið ferðalag@ferðamálastofa.is. Eins mikilvægt að ferðaþjónustu fyrirtæki og markaðsstofur séu tilbúin og nýti næstu vikur til að huga að undirbúningi og aðlaga markaðsefni. Tryggja þarf að efni og pöntunarferli séu sniðin að markhópnum, aðgengilega á íslensku og að upplýsingar séu uppfærðar á ferðalag.is. Þegar átaki fer í gang, þá geta allir stutt við það og hámarka þannig áhrif þess. Allt efni hugsað þannig að það nýtist fyrir alla landshluta og að aðilar í ferðaþjónustu og aðrir geti auðveldlega nýtt það í sínu eigin markaðsefni og aðgerðum. Þannig stækkum við átakið saman og nýtum slagkraft til þess að fá Íslendinga til að ferðast innanlands. Undirbúum okkur vel og hámörkum áhrif átaksins í sameiningu. Við förum þó að sjálfsögðu ekki af stað fyrir en landlæknir og almannavarnir gefa okkur grænt ljós. Ferðamálastofa. Já, þarna sáum við stutt svona innband svona þetta tímalínu og herferð með hvernig við hugsum þetta og eins og Elías benti á áðan, þá eftir töluvert að slægjast á íslenska markaðnum og ennþá fleiri heldur en undanfarin ár sem að ætla sér að ferðast innanlands. Þannig að það að gera að nýta það. Ég ætla að fara fara aðeins yfir drög að birtingastefnu fyrir markaðsstofurnar og þá hagsmunaaðila og fara svo yfir átakið. En birtingastefnan fyrir hvatningaátakið skiptist í tvo hluta. Fyrst erum við að tala þessa almennu vitundarvakningu. Við látum markhópinn vita að átakið fari af stað og seljum fólkið á hugmynd að ferðast innanlands í sumar. Þarna eru kvikmyndaauglýsing og annað almennt herferðarefni. Og þessi herferð bara í vinnslu núna og verður ekki tilbúin fyrir svona kannski í lok maí, gerum við ráð fyrir. Þegar búið að kynna almenningi átakið, færist áherslan þá niður á svæðin sjálf, svona meira í þá söluna, bara hard sell á þá þjónustu, gistingu, afþreyingu sem hvert svæði hefur upp á að bjóða. Og þarna náttúrulega mikilvægt að eins og Elías nefndi áðan að allir þessi ferlar séu klárir, við séum að tala við Íslendinga á íslensku þannig að þeir svona finni að þeir séu velkomnir. Þannig að mikilvægt að uppfæra upplýsingarnir inn á ferðalag.is og á ykkar síðum almennt. Mikilvægt að birtingastefnu sé stýrt miðlægt til að við nýtum peningana sem best og
þannig við náum að hámarka athygli og árangur markaðsstarfsins. Gert ráð fyrir því að áhersla í beinum söluskilaboðum sé mest á net- og samfélagsmiðlum en þau séu studd með hefðbundnum miðlum. Þá skjáauglýsingum, útvarpi, innlendum vefmiðlum og fleira eftir því sem við á. Þetta sjálfum sér unnið að sjálfsögðu með markaðsstofum og hagsmunaaðilum í hvert skipti. Ef við kíkjum aðeins og skoðum markaðsefnið sjálft, þá hugmyndin að það sé auðvelt að aðlaga markaðsefnið að hverju markaðssvæði og markaðsstofunar geti nýtt efni sem þau eiga og útbúið sérsniðna auglýsingar fyrir allt það sem svæðið hefur upp á að bjóða. Brandenburg getur að sjálfsögðu aðstoða við uppsetningu á markaðsefni og aðlögun á því efni sem til, þannig að framleiðslukostnaður og annað haldist í algjöru lágmarki. Það til náttúrulega töluvert af efni á svæðunum í mörgum tilfellum og mikilvægt að reyna að nýta það sem best. Þannig að það kannski minni kostnaður í að framleiða efni og meiri kostnaður kannski að koma því á framfæri og fá fólkið inn á svæði. Hérna bara svona dæmi vefborða og þarna við með útlit herferðarinnar, þannig að hér kemur fyrirsögn, það svona kannski seljið í þessu og Ísland hvatningarátak stimpillinn sem við notum núna fram að stóru herferðinni. Þannig að til þess að markaðsstofur og hagsmunaaðilar geti farið af stað. Hérna kemur þá annað dæmi fyrir gistingu. En eins og segi, hugmyndin að reyna að nýta svolítið samfélagsmiðlana til þess að selja inn í ferðirnar og ýta við fólki og koma fólki svona í rétta gírinn fyrir ferðalag innanlands. Instastory fæslur, þetta svona aðalega til þess að gefa ykkur svona svolítið í hugalund hvernig útlit og annað og hvernig við getum tengt saman þá afþreyingu, gistingu, veitingastaði og annað sem að ferðaþjónustan hefur upp á að bjóða og svona búið til heildræna og sterka mynd þannig að við náum svolítið að ná til fjöldans og vera svolítið sýnileg. Þannig að nú þurfum við bara öll að hjálpa svolítið við það að hvetja Íslendinga til þess að koma og ferðast innanlands og þá bara mikilvægt við stöndum öll svolítið vel saman í þessu og reynum að vinna þetta vel og skynsamlega saman. Svo hægt að setja saman stutt myndbönd fyrir pre-roll, fyrir sjónvarp og annað þvílíkt á samfélagsmiðlana, YouTube, Facebook og svo framvegis, þar sem þá verið að vinna með þetta heildræna útlit og þá með stimpilinn hvatningarátak. Þessi stimpill sjálfs kannski rétt að koma þess inn á það að þetta svona hvatningarátaki sem við förum svona að getum farið að stað með strax, en svo kemur herferð ferðamálastofu eins og ég sagði áðan í lok maí þá með þessum með öðrum eða svona tengdum skilaboðum sem þá ekki hvatningarátak, heldur þá það bara svona eiginleg herferð sem að fer í gang þá. Hérna getur verið dæmi heilsíðu í blöðum og tímaritum, þannig að það svolítið verið að vinna með landið okkar, það efni sem við eigum til, það myndefni og eins og þið sjáið, þarna erum við að vísa í ferðalag.is í horninu vinstra megin, í horninu hægra megin erum við með landakortið og sýna hvaðan myndin tekin, svo texti, segir svolítið meira frá þessu og svo stimpillinn, Ísland hvatningarátak. Koma sjálfsögðu til með að nýta okkur leitina og þannig að við séum að grípa fólk þegar það að leita að gistingu, afþreyingu og öðru á svæðunum og þannig að við erum að aðlaga þessa hluti alla þannig að við séum ekki að missa neina bolta. Þannig og eflaust ferðaþjónustu aðilar einnig að vinna með leita niðurstöður og annað þvílíkt, kaupa orð og svo framvegis. Þannig að hérna sjáum við dæmi hvalárskoðun og þá
þá vinnum við í því að við séum að koma efst í leitinni og það séu þá niðurstöðurnar séu þannig að það séu við séum að grípa þessa trafík og vísa fólki inn á ferðalag.is þar sem það getur þá fundið þá afþreyingu sem það leitar að. Þetta er sjálfsagt mjög mikilvægt og þess vegna sérstaklega mikilvægt að uppfæra og hafa allar upplýsingar inn á ferðalag.is up to date. Þannig að þetta sé allt eins og þetta á að vera. Við séum ekki með rangar upplýsingar þegar við erum búin að grípa viðstæðvininn inn. Markaðsefnið. Hver markaðsstofa snýðir sín almennu skilaboð eftir því hvað í boði á hverju svæði. Hvort sem það komdu norður, í sund, í hvalaskoðun eða aðra sérferðir, út að borða, gistingu og svo framvegis. Hvert fyrirtæki, ferðaþjónustufyrirtæki, auglýsir svo sína starfsemi á sínum forsendum og í sínu útliti. En getur merkt efni sitt með merki átaksins. Og þarna hægt að búa til svolítið samtakamátt þar sem að allir vinna í sjálfum sér. Og ég ætla aðeins að sýna ykkur dæmi þetta. Hérna tókum við bara nokkra aðila til að sýna hvernig þetta gæti litið út. Þarna erum við búin að setja þennan hvatningarstimpil svona nokkurn veginn í útlit frá hverjum aðila fyrir sig. Þetta gæti líka og allt þetta efni er aðgengilegt fyrir ykkur þannig að þið getið fengið þetta efni og aðlagað að ykkar útliti en það er líka hægt að taka þetta eins og maður segir svolítið alla leið og gera þetta þá verður þetta ennþá stærra og meira en eins og segir þetta er allt bara eftir því sem að hentar hverju sinni. Sumir vilja kannski halda sínu eigin útliti meðan aðrir vilja nýta sér allan pakkan. Þetta fer oft eftir því ef það er til lítið að efni til að vinna með, þá getur verið ennþá hentugur að taka ramman og allt með. Þannig eins og segja, en þetta er allt bara undir ferðaþjónustufyrirtækjunum sjálfum, hvaða leiðir vilja fara. En við leggjum mikla áherslu á það að við reynum að vera með stimpilinn, Ísland hvatningarátak, á öllu efninu, bara þannig að við myndum að fá heildarrænni skilaboð út í gegn. Örlítið að rúlla í gegnum birtingastefnuna fyrir ferðamálastofu og það er Datera sem hefur verið að vinna þetta með þeim og þetta er hugsað þannig að við erum náttúrulega að markaðsetta ferðir á ákveðin markaðssvæði og mismunandi hópar og við ætlum að nýta okkur Facebook og Instagram, Google Display, YouTube og svo þessa hefðbundnu miðla einnig. Og við náttúrulega eins og við fórum inn á áðan þá er það náttúrulega leitamálin sem að skipta miklu máli og við ætlum að betrum bæta leitina eftir áherslum og tryggjum að réttu leitarorðin séu keypt fyrir svæðin þannig að við séum að vísa trafíkinni inn á rétta staði og við gerum ráð fyrir því að þið ferðaþjónustuaðilar kaupi sjálf leitarorð fyrir ykkar starfsemi og við erum að vinna með markaðsstofunum og við teljum að kostnaðurinn við leitina ætti kannski í heildina að vera óverulegur af því að ferðaþjónustuaðilar og aðrir eru nú þegar og við ætlum ekki að fara með nýta fé markaðsstofuna til að keppa á móti öðrum. Þannig að við reynum að vinna þetta svolítið skynsamlega fyrir alla aðila. Fórum svolítið inn á Facebook og Instagram. Þar eru markhópar, fólk sem er búsett á öðrum svæðum. Við getum líka nálgast fólk þegar að ferðast inn á svæðinu. Þá erum við sem sagt við sjáum það inn í Facebook og svo getum við náð til mismunandi hópa út frá áhugamálum. Við erum með rannsóknir þar sem við getum svolítið þau áhugamál sem hafa komið út úr könnunum ferðamálastofu undanfarin ár. Við aðlögum efni frá markaðssvæðum inn í herferðina og áherslan er á að selja upplifun og við getum nýtt sjálfvirkni sem við hjá Datera erum með í kerfinu okkar þannig að það er hægt að vera með veðurtengt skilaboð þegar það á við. Þetta á náttúrulega við að ef það er gott veður á Austurlandi þá getum við verið með
með skilaboð tengt því, en við getum þá líka verið að vinna á öðru landhlutum ef það eru ekki svona hvað maður að segja, bongo blíða, að þá kannski hægt að vinna með önnur skilaboð. Það getur verið riverrafting, hestaferðir, eitthvað sem að kannski ekki þannig að við séum ekkert að festa okkur alltaf á það að það sé eitthvað endilega sól og sumar og eitthvað svoleiðis, að við svona nýtum svolítið fjölbreytileikann í ferðaþjónustunni og komum skilaboðunum rétt á framfæri. Eins og ég nefndi áðan, útbúum auglýsingamyndband fyrir hvert markaðssvæði sem við notum inn á YouTube með vefborðum, áherslu og afþreyingu fylgja. Sama sjálfum sér með Google Display auglýsingar, náum til markkaupanna á ódýrari hátt, leggjum áherslu á upplifuna og vera að selja afþreyingu, veitingar og gistingar og svo framvegis. Þarna erum við að hugsa hnitmiðuð skilaboð til að klára söluna og svo seljum við þá bara í gegnum ykkar sölukanala. Varðandi miðlaskiptingu og þá gætu verið kannski fyrir stærri viðburði, þá erum við kannski að fara meira í hefðbundna miðla, en almennt erum við kannski svona mest í netinu og samfélagsmiðlum, þar sem að rannsóknir sýna að þar fólk að leita sér að upplýsingum og að klára kaup á ferðum. Þannig að það svona þess vegna sem að átakið svolítið sniðið inn á það. Og átökin eins og segi, það verður unnið með hverri markaðsstofu, hvernig tímalína og annað þvílíkt fyrir hvert svæði. Þannig að hérna erum við bara með svona kannski aðeins svona til þess að gefa til kynna hvernig þetta gæti litið út. Hérna þá dæmi skiptingu á markaðsfé, þar sem við gerum kannski ráð fyrir því að 70% sé að fara í samfélagsmiðla og Google. Útvarp erum við kannski með 13%, sjónvarp 7% og þá aðrir vefborðar hjá innlendum miðlum eru kannski 9%. En auðvitað þetta ekki eitthvað heilagt, þetta það sem að svona eins og við áætlum þetta. Svo getur þetta verið mismunandi eftir svæðum og hvað í gangi hverju sinni. Og hérna sjáum við þetta þá, Facebook, Instagram 37% og svo Google Display og YouTube gerum við ráð fyrir svona 30%. Leitin 4%, þar sem að eins og ég sagði áðan, þá gerum við ráð fyrir því að það séu það fé nýtist betur sjálfur sér kannski frá ferðaþjónustu aðilunum. Skjáauglýsingar og útvarp eru þá 20% og vefborðið innlendum miðlum 9%. En af því að við erum kannski að vinna svolítið mikið inn á þessum samfélagsmiðlum, þar getum við gripið svolítið árangurinn og þá getum við fært til fjármuni þannig að þeir nýtist sem best. Þannig að ef við sjáum að ákveðnir kanalar eru að fá meiri svörun, þá færum við fjármuni þar á milli í samráði við markaðsstofunar. Hérna sjáum við þá tímalínuna. Nú eins og segi undirbúningur fyrir stóra átakið og það fer svona væntanlega í loftið í lok maí eða byrjun júní. En núna eru sjálfum sér markaðsstofunum frjálst að auglýsa sína starfsemi á eigin forsendum og auðvitað náttúrulega ferðaþjónustu aðilum, en við náttúrulega leggjum áherslu á það að við séum að nýta þetta svona hvatningarátak eins og við settum fram áðan áður en að stóra herferðin fer í loftið og þegar að herferðin sjálfur sér fer í loftið þá keyrum við hana í smá tíma og svo heldur áfram þetta hard sell frá markaðsstofunum og ferðaþjónustu aðilum og þá erum við komið með herferðar stimpilinn á þetta. Og við gerum ráð fyrir að þetta átak sé að fylgja okkur út sumarið. Öll template og annað aðgengilegt fyrir
ykkur, þannig að þið getið hvort sem í hvatningarátakinu eða þegar herferðin fer í gang, svona setta inn á ykkar efni og við þurfum bara öll að vinna saman. Þegar auglýsingarnar fara í loftið, þá mælum við eindregið með því að við deilum því líka öll á okkar miðlum og náum til okkar vina og fylgjenda, en að sjálfsögðu verður þetta átak keyrt vel þannig að þetta fer ekki fram hjá neinum. Þannig að það er þannig sem við hugsum þetta. Það eru Brandenburg og Datera eru tilbúin í samstarf með bæði markaðsstofunum og ferðaþjónustu aðilum til þess að hámarka árangur. Þannig að endilega setjið ykkur bara í samband við Datera og Brandenburg. Við erum með allar nánar upplýsingar veitir Rakel hjá Brandenburg og hérna eru hennar upplýsingar. Þið getið líka fundið okkur á brandenburg.is og datera.is. Já, meira var það ekki frá okkur. Þið eru eflaust með margar spurningar sem að koma þá til Ferðamálastofu, gerir ég ráð fyrir, og sendi gegnum Facebook, eins og minnst á áðan. Elías, vilt þú taka orðið aftur? Já, ég ætla kannski aðeins að ítreka að sko þetta að sjálfsögðu bara eitt átak sem að fara af stað. Við köllum það bara Ísland hvatningarátak núna í þessum kynningum vegna þess að við viljum ekki opinbera nafnið fyrr en herferðin sjálf fer á stað. Þannig að allt efni sem að þið setið inn á ykkar auglýsingar, þar að segja að ef þið viljið koma um borð, sem við sjálfsögðu gerum ráð fyrir að flest allir ferðaþjónustu aðilar vilji gera, þá fáið þið náttúrulega bara merkið sjálft og getið nýtt það í ykkar auglýsingarefni. En þið fáið merkin samt sem áður ekki, þau verða ekki gerð opinberi fyrir en bara herferðin fer á stað. Og svo annað hitt líka sem ágætt að þið vitið að Brandenburg náttúrulega að vinna þetta með okkur og þegar við erum að tala um að hámarka virðið og annað þess háttar, þá erum við að sjálfsögðu bara að tala um það fyrir okkur, en fyrirtækjum að sjálfsögðu í sjálfsagt sett við hvaða auglýsingarstofu þau að skipta. En ramma og merkið, að það eitthvað sem aðilarnir geta nýtt sér. Þannig að það sé alveg komið skýrt fram. Halldór, eru komnar einhverjar spurningar eða eitthvað til okkar sem við getum svarað? Já, hér spyr til dæmis, sjá. Ef ég fer, heyrið þið mér? Já. Ég er smá ágjör að það komi ekko ef ég fer inn. Ég slekk það bara á mér ef það verður. Það er spurt Sif Huld spyr, markaðsstofan sem við erum aðalega að fá fjármagn til að gera efni og vinna herferðinni og mun hún þá vera okkar tengiliður, spyr hún? Við setjum ákveðið fjármagn inn á svæðin, það að segja til birtinga. Hvort að markaðsstofurnar fá fjármuni til stuðnings við efnisgerð og annað þess háttar, það í raun og veru á eftir að koma í ljós, hvernig því verður háttað. En kannski bara líka að þið viti það að þið sjáuð 4 hér í mynd, það er auk okkar Hreiðars, þá Guðni Hrafnkelsdóttir líka hjá okkur sem hjá Ferðamálastofu og svo Halldór Ari Bjarnason. Og Guðni sem starfar með mér að átækinu fyrir hönd Ferðamálastofu. Fleiri spurningar, Halldór? Já. Hér spyr Helga hvort að söfn séu ekki inn í átækinu og hvernig söfn geti tekið þátt? Jú, söfn geta að sjálfsögðu tekið þátt í átækinu með því að nýta það kynningarefni sem að kemur þarna fram. Söfn eru líka skráð hjá okkur í gagnagrunn Ferðamálastofu.
Þannig að það ágætt fyrir söfnin að yfirfara sínar skráningar þar. Ok. Gróa spyr hvort þessi engin áhersla á samgöngur innanlands. Samgöngunar verða kannski, það ekki beint, það ekki beint verið að ýta á þar per se, en það á eftir að vinna allar auglýsingarnar. Það nú bara verið að gera handrit og annað þess háttar, þannig að sjálfsögðu eru samgöngur hluti af íslenskri ferðaþjónustu. Þannig að það er, og aðilar geta sjálfsögðu notfært sér efnið sem að þar er. Það er spurt hversu mikið fjármagn sem fer í herferðina í heild og hvað fer í birtingar. Er hægt að svara því? Það fara 40 milljónir í heildina. Tölurnar ætlið að, Guðný, manstu tölurnar nákvæmlega? Hvað er áætlað að fara í birtingar? Ég myndi halda að það væri er ekki 25 30 birtingar. Já, það fer allir fara ekki 20% í hönnun og annað þess háttar og annað fer í birtingar, já. Verður jafnræði hæft í heiðri milli landshluta, spyr Margrét Rósa? Jafnræði á milli landshluta að því leytinu til að landshlutnar eru náttúrulega, það er að segja markastofurnar, þær eru 6. Þær eru náttúrulega misstórar, það eru mismargir ferðaþjónustu aðilar inn á hverju svæði, þannig að þeir fjármunir sem að Ferðamálastofa setur til birtinga inn á landshlutana, þeir taka mið af stærð svæða og fjölda ferðaþjónustu fyrirtækja sem eru á svæðinu. Ingibjörg spyr hvort að hún segir að við myndum vilja byrja strax að hanna efni fyrir sumarið. Er ekki of seint að deila með okkur hönnun og efni í lok maí? Er möguleiki að flýta því? Hreiðar Þór, þú kannski svarar þessu? Efnið er sjálfum sér klárt fyrir hvatningaráttakið. Þannig að það er hægt að fá það bara strax. Þannig að endilega senda post á rakvel@brandenburg. En að sjálfsögðu þeir sem vilja setja slagorð herferðarinnar, merkið sem sagt að merkið sjálft kemur í júní. Já, það er sjálfsögðu og þá er minniháttar aðlögun á því efni sem ef það er verið að nota sama efni, þá er það minniháttar aðlögun, þannig að það er ekkert vandamál. Agnes spyr vísar væntanlega í eitthvað að tala um markhópa. Hún spyr hvort er fólk eldri en 67 þá ekki að ferðast eða nýta sér afþreyingu með þessa markhópa uppsetningu? Ef ég svara þessu bara svona þá vissulega eru eldri að ferðast. Við náttúrulega þarna af því að við erum svolítið að tengja okkur inn á samfélagsmiðlana og svoleiðis að þá erum við allir sem eru eldri en 67 eru sjálfsögðu einn hópur. Þannig að vissulega komum við til með að snerta þá líka, en þetta voru svona kannski þeir hópar sem eru hvað mest að ferðast og við vorum að byggja kannski á því. Þannig að ef ég svara því þannig, að vissulega við ætlum okkur að ná til allra Íslendinga, þannig að það verður gert. Bjarnþór spyr nánar birtingarnar. Hverjir að fara að kosta birtingar? Spyr hún, aðilarnir sjálfur? Spurningamerki? Já, átakið sjálft, það verður kostað af stjórnvöldum, það er að segja birtingar sem að við stöndum fyrir, en birtingar fyrir einstök fyrirtæki, það eru fyrirtækin sjálf sem standa straum að þeim kostnaði. Þannig að við erum ekki að fara að styrkja einstaka fyrirtæki til birtinga. Þú sagðir Hreiðar, og það var kannski einmitt ágætt að útskýra það betur. Hjördís spyr hvað áttu við með að fara alla leið þegar þú varst að tala borðana og það? Já, það sem ég var bara að meina í sjálfu sér að sum ferðaþjónustu fyrirtæki eru með sitt útlit
vilja vera með átaksstimpilinn inni en hafa hann í sem sagt, útliti síns fyrirtækis en svo getur þú sjálfur sér fengið hjá okkur ramman og stimpilinn í svona þessum herferðarlitum sem átaki sjálft verður í að þá þar að leiðandi nefndi ég það að fara alla leið sem sagt svona þá með öll elementin í þessari stóru herferð inni hjá sér. En þetta bara sjálfur sér í sjálfsvald sett hvaða leið fyrirtæki vilja fara. Við mælum alltaf með því að vera allavega með stimpilinn inni. Þeir sem eru að fylgja eigin svona brand guidelines að þá og vilja ekki fá kannski aðra liti inn í sitt vörumerki, að þá mjög auðvelt að aðlaga þennan stimpil að sínu útliti. Sigursteinn spyr hérna, ég að velta fyrir mér aðilar sem starfi við menningu og eru með viðburði, til dæmis minni listahátíðir og svo framvegis, geta þau skráð sig á ferðalag og svo skráning á kostnaðarlausu. Hugsanlega stendur hún bara, ég bara svara þessu jafnvel sjálfur, sko við höfum ekki verið að beinlínis verið með viðburðarskráningu. Það hefur hins vegar verið inn á, ég veit að markaðsstofan hafa verið að gera það á sínum vefjum. Sko ég reikna með þetta sé eitthvað sem við þurfum bara aðeins að skoða þá í samvinnu við markaðsstofuna, hvort við höfum svona einhvers konar miðlæga skráningu á svona viðburðum sem þá að birta á ferðalag. En þetta er ágæt ábending. En sem sagt, það upplýsingar sem við höfum verið að skrá inn á ferðalag eru fyrst og fremst upplýsingar ferðaþjónustu fyrirtæki, getum við sagt, og síðan reiknum við með að geta sem sagt skráð tilboð og slíkt. Það er spurt hérna hlutfall og gistinóttum Íslendinga í Reykjavík og svo á landsbyggðinni miðað við tölur frá 2017. Það er hægt ég er ekki með þetta, það er hægt að fletta þessu upp inn á Hagstofunni. Viggó Jónsson spyr, er búið að ganga frá samningu við markaðsstofunar varðandi þetta? Er það vantilega bara að tala um átakið í heild? Nei, þá eftir að ganga frá samningum við markaðsstofunar í sambandi við birtingar fyrir svæðin. Harpa spyr, hvernig ætli það fylgjast með að þeirra aðilar sem ekki með starfsleyfi hjá Ferðamálastofu geti ekki nýtt sér efnið? Það var vantilega að spyrja út í þess leyfisleys og aðilar svona almennt. Það við í raun og veru efnið sem að aðilarnir geta fengið, þeir geta náð sér í það inn á ferðamálastofa.is. Ef að við verðum vör við það að aðilar sem eru án tilskilinna leyfa sig að nýta það efnið, að þá bregðumst við mjög bara strax við því. Þannig að við reynum að koma í veg fyrir að slíkt gerist. Svo spurt, hvert er hægt að sækja kynningargögn þegar þau verða tilbúin og verður það ekki vel fyrir lok maímánaðar? Það verður inn á ferðamálastofa.is sem að allt efnið verður. Svo spurt þetta hvað með listhandverk, hönnunarstaði, afþreying, tengd skapandi greina, geta þeir nýtt sér efnið og tekið þátt? Og já, ég held ég geti bara svarið því við erum með þetta eins og handverk og hönnun eru aðilar sem eru skráðir í grunninn, þannig að og birtast að ferðalag í dag, þannig að þeir ætla að geta nýtt sér þetta, bara eins og söfnu eins og spurtum áðan. Ég held að, já, því svo spurt hérna hvað með efnið sem við fáum frá Brandenburg þarf að borga fyrir það? Nei, efnið, templateið og merkið, það verður bara aðilar geta fengið það, en síðan ef að fyrirtækin ætla sér að notfæra sér að öðru leyti þjónustu Brandenburg, að þá að sjálfsögðu borga fyrirtækin fyrir slíkt. Já, við erum bara til þjónustu reiðubúin ef það hendar, eins og við náttúrulega erum með allt þetta efni og getum aðlagað það eins og en þetta er líka aðgengilegt fyrir þá sem eru með einhverja aðra kanala, þannig að eins og bara eftir því sem hendar, en við erum tilbúin ef á þarf að halda. Ég held að við séum svona búin að fara yfir helstu fyrirspurningar eða athugasemdirnar sem hafa komið inn á Facebook, en
ég held við munum síðan bara, þó við höfum svarað þeim hérna á fundunum, þá reyna að svara þá líka bara hverri fyrirspurn sig ef henni hefur ekki verið svarað á fundinum. Bara svörum þau. Má kannski bara benda á, Halldór, að bara enn og aftur, ef að fólk fer inn á ferðamálastofa.is, að þar hnappur sem merktur hvatningarátak og þar setjum við inn allar upplýsingar. Þar verða þessar glærur til staðar og þessar kynningar og annað efni sem aðilar geta nýtt sér og ef að fólk með einhverja ábendingar að þá eru þær vel þegnar og við komum því til skila. Og endilega bara að hafa sambandi að vakna einhverja frekari spurningar. Endilega. Heyrðu, þá held ég að við látum þessu bara lokið að sinni og við bara þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið og þökkum fyrir spurningarnar. Hreiðar Þór, takk kærlega fyrir, Guðni og Halldór og við bara segjum þessu lokið í bili en við komum alveg örugglega aftur með kynningu þegar að verður orðið ljóst í sambandi við framkvæmdina á ávísuninni að þá verðum við aftur með kynningu og eins ef að verða einhverjar breytingar eða annað þess áttar varðandi þetta átak en bara til þess að árétta líka að þá förum við ekki af stað með átakið fyrr en við erum búin að fá grænt ljós frá almannavörnum og landlækni. En þá bara segjum við takk í dag og bara njótið dagsins. Verið bless. Takk, takk. Halldór, búið að slökkva útsendingunni?